Takk fyrir þetta. Ég heiti Andri og leiðtogi stafrænna lausna á Sensa. Og eins og Eygló kom inn, þá hefur maður verið sem betur fer með góðu verkefni gegnum tíðina, en líka verkefni sem hafa ekki alveg farið eins og maður hefði viljað. En þessi fyrirlestri ætla ég að tala sem sagt, bara nokkur fyrirtæki sem svona augljóst það hefðu kannski átt að hætta fyrr í þessari vegferð sem voru komin á. Og svo nokkur fyrirtæki til viðbótar þar sem það eru teknar ákvarðanir, þar sem bara fyrri ákvarðanir eru endurskoðaðar og bara algjörlega breytt kúrs og betri útkomu náð eftir það. Og svo ætla ég að fara aðeins svona bara hvaða svona mind trick eru þarna sem valda því sem var erfitt að hætta. Og tala síðan eitt verkefni þar sem gervigreindarverkefni sem við fórum í hjá okkur. Svona eiginlega bara, það dó eiginlega bara, ég veit ekki eiginlega hvað gerðist, en núna ætla alltaf að tala það. Og fara síðan í nokkur svona verkfæri sem við getum notað til að passa upp á að maður lendi ekki í þessum gryfjum sem eru að noti. Já. Einmitt. Herru, byrjum bara á glæsilegum mistökum. Og þetta eru kannski vörur sem þið þekkið, ef við erum með Google Glass þarna og Segway og Concord. Og þetta eru allt vörur sem ég alveg viss að fjárfestarnir sem tóku þátt í svona tíma hefðu alveg viljað hætta fyrr. Og mikið af þessum hugmyndum voru bara frekar góðar, eins og Google Glass, að ég sé alveg notkunargildi að vera með gleraugun og vera kannski með uppskrift fyrir framan mig og vera að elda mat og svona. Það er flott, en að fá tilkynningar tölvupóst í gleraugun kannski ekki eitthvað sem maður myndi vilja. Maður bara, hverjum datt það í hug? Takk. Síðan er það Segway sem var bara einhvern veginn allt of stórt tæki, barn síns tíma. Og þetta var aðallega notað af túristum og leiðsögumönnum og maður sá einstaklega svona röggur á þessu hér og þar. Og þetta passaði rauninni bara í borgarsamgöngunar bara á ákveðin svæði, en alls ekki öll. Og en þeir höfðu bara ekki alveg skoðað bara borgarsamgöngur og til dæmis bara að þetta myndi passa á göngustíga og slíkt. Þetta var bara alltaf stórt. Og fyrir neytendur að fara með þessar græjur heim og bara hvar ættu maður að koma þessu fyrir. Það var bara risastórt tæki sem var þetta rándýrt líka. Þannig að ekki gekk þessi hugmynd alveg upp eins og vonir stóðu til. Og síðan var það Concorde-flugvélin sem var alveg tæknilegt undur og hugmyndin sem slík frábær að fara frá til dæmis bara London til New York á 3 tímum í staðan fyrir að taka 7-8 tíma í það. En það kostaði mjög mikið að keyra þessar flugvélar og rekstrarkostnaður mjög hár. Og en þetta þótti auðvitað mjög flott að fljúga með svo sínu tíma. En það var bara eiginlega ekki markaður fyrir þetta. Þetta var bara allt of dýrt. Flugferðirnar voru bara ótrúlega dýrar. Þannig að þetta svona, síðan auðvitað slaufast það alveg þarna þegar það var hræðilegt slys fyrir einhverjum árum síðan. Já, en ég ætla nú ekki bara að vera neikvæður. Síðan eru nokkur fyrirtæki sem hafa bara þurft að endurskoða fyrri ákvarðanir. Og Slack er svona skemmtilegt dæmi, en þeir byrjuðu sem fyrirtæki sem var að búa til tölvuleik og á meðan tölvuleikjaþróunin stóð þá bjugguðu til lítið spjallforrit sem að forritarnir notuðu sín á milli bara til að deila upplýsingum og slíku. Og svo kom í ljós þarna einhverju síðar að þeir myndu ekkert ná þessum notendum inn til að gera tölvuleikinn að bara að hafa ekstra grundvöll fyrir tölvuleiknum. En þeir ákveðu síðan bara að gefa út Slack aftur og bara breyta algjörlegum kúrs eftir að þeir sá að fyrri hugmyndin gekk ekki upp. Hitt var bara eitthvað svona afurð sem gerðist á leiðinni að búa til flottan tölvuleik og náðu síðan alveg frábærum árangri. Og aðeins að minnast á Apple líka, að þekki þá sögu flest, en Steve Jobs kemur með comeback á sínu tíma og
tekur við fyrirtækinu þegar held ég sé kringum $1 milljarð í tapi og þeir eru með tugir af vörum og það var bara svona ákveðin kúltúr þarna innanhúss hjá Apple að þeir vildu ekki sleppa neinu, þeir voru bara að gera ótrúlega mikið. Hann tekur við þessu, skerpir á fókusnum, var að örfáar vöru til og einu ári þá er hann komin í $300 milljónir plús. Og þarna þurfti hann að berjast auðvitað við kúltúr sem að var alveg rótgróinn og þetta var heljarinnar afrekaðar að ná að snúa sig við. Að þeir einhverjar sögusagnir, ef maður trúi þeim, að þá voru svona 90 dagar í greiðslustöðvun hjá Apple sinni tíma. Nú er þetta breytast stærstu fyrirtækjum heims. En af hverju hættuð ekki fyrr í þessum verkefnum? Og ég ætla nú samt ekki að skilja ykkur eftir að það sé alltaf gott að hætta. Af því að verð nú að minnast á sigluna og hún er alveg mjög góð og við þekkjum það nú öll að berjast í gegnum hlutina og ná árangri og það er akkurat það sem það er að gera. En maður þarf líka að kunna að hætta. Og en það eru svona nokkur sálfræði trix þarna sem er gott að vera meðvitaður bara og því fleiri sem að þekkja þessi konsept eins og sokkinn kostnað. Það er bara mjög erfitt að horfa einhvern veginn á fullt af vinnu, blóðtár og svita sem búin að setja í eitthvað og einhvern veginn bara hætta. Maður vill bara fá eitthvað út úr þessu. Það bara þannig og það held ég að vera mjög eðlilegt. En þannig að það er eitt, sokkinn kostnaður og einhvern veginn að horfa eftir honum. Og svo er það confirmation biasinn, það sem maður er alltaf að leitast eftir einhverju til að staðfesta fyrri trú sína. Og fyrri trúar auðvitað, maður fer venjulega aldrei í verkefni nema að trúa á að þau gætu gengið upp. Og það er rosalega erfitt að bara ekki hætta að trúa einhverjum tímapunkt, þetta að hlutinir mun ekki ganga eins og var lagt upp með. Þannig að þetta eru svona þessi tvö og svo er ég með dæmi á eftir það sem að við förum svona í þessar gildrur hjá Sensa og þetta getur verið svolítið lúmst þegar maður er komin í einhverjar ógöngur. Þannig að þá er komið að því, geggjuðu klúri hjá okkur, gaman að segja frá því. En við erum sem sagt, Sensa erum þjónustufyrirtæki fyrst og fremst. Og þegar við vinnum fyrir einhver viðskiptavinnuna, að þá er það venjulega tæknimenn sem gera það og við skrifum í verkbókhaldi okkar færslu fyrir hvert verk sem við vinnum. Og en afurðin hjá okkur, hjá Sensa er að við verum með 1000 færslna hver mánaðamót, það sem er alls konar vinnu sem við erum búin að veita hendi fyrir viðskiptavinnuna okkar. Og ekki bara það, við skráum líka innri tíma og alls konar. Og það þarf að samþykkja alla þessast tíma og það eru þá aðilar hjá okkur bara sem að þurfa að lesa yfir 1000 lína og það eru 130 manns sem eru mjög kreatív í sínum skrifum og það eru alls konar gæði á öllum þessum færslum. Og það er eiginlega ekki séns að það sé hægt að fara yfir 1000 færslna og vera með bara 100% gæði. En við lögðum sem þetta upp með þetta verkefni, gervigreindin komin hana og við erum með fullt af gögnum, erfitt að fara yfir hver einustu línu í bara höndunum. Getur hún ekki bara skanna þetta yfir og flokka þetta allt fyrir okkur. Og þarna kemur ein gildran og það eru væntingar sem við settum í verkefni. Við sögum, við ætlum að vera með 90–100% hitrate á greiningunni. Og svo höldum við áfram og við byrjum með 50%, eitthvað svona, maður sá alveg þessi 50% voru svona, er þetta 50%? Ég veit það ekki, svona, efins. Svo náðu þessu upp í 70% og maður er já, þetta er bara mjög gott. Svo rendur maður yfir þessi 70% sem maður hélt að vera rétt. Þetta er kannski í versta falli svona 20%, í besta 35, nei ég veit það ekki, þetta var allavega ekki eitthvað glæsilegt niðurstaða.
En þarna kemur confirmation biasinn hjá okkur af því að væntingarnar voru svo rosalega háar. Við bara gátum ekki litið við 20% eða 30%. Það var bara algjör vibbi. Við bara, nei, þetta verkefni, við sættum okkur ekki við svona. En þetta var bara niðurstaðan. Og við bara, og þarna kemur síðan næsta, sagan sokking kostnaður, að þetta verkefni, þetta var innanhúsverkefni, og var ekki neitt brjálaður forgangur á því, og það bara eiginlega sofnaði á okkur. Við vorum alltaf eitthvað að tjekka hvernig gengur, jú, það gengur bara svo vel. Hver prósentan? 70%? Allir vissi að það 70, alla, veist. Svo bara leið tíminn, við alltaf að tjekka, þeir sem voru að vinna í þessu, bara einhvern veginn, gervigreindin bara snilld, og þetta bara heila drafst. Síðan gerðist ekki neitt meira og við sátum upp með eitthvað verkefnina sem allir voru óánægðir með. En kannski gerðist síðan nokkrir hlutir eftir á að við vorum með, það alls konar svona gervigreindar módel og síðan voru smá tækninýjungar og þær rauninni vöktu upp verkefnið aftur og við breyttum líka svolítið kúrs í verkefninu. Og einhverju tímapunkti þegar þessi nýja tæknin kom fram, að þá allt í einu fórum við bara að hugsa, hvað vorum við eiginlega að pæla? Ef við myndum ná 50% ávinningi í verkefninu, þá það margir dagar í mánuði hjá stórum hóp fólks sem við værum að spara í vinnu. Og svona verkefni kosti ekkert endilega brjálæðislega mikinn pening, þannig að þetta verkefni sem tekur nýja verkefni svona kringum mánuð að vinna fyrir einn aðal og síðan þetta stytta þann tíma að maður fjölgar höndum. En ávinningur alveg ljós, margir dagar í hverju mánuði. Þannig að við þurftum svolítið svona að kyngja því að kannski voru væntingarnar fullháar og endurskoða markmið okkar sem var allt of háleitt og við bara föttuðum þetta bara einhvern veginn á vegferðinni sem við settum á stað að kannski 50% bara frábært og það raunin, það frábært þegar við erum að spara nokkra daga og svo þetta bara vonandi eftir að við kemur smá reynsla á verkefni þá náum við þessu kannski aðeins ofar og allt bara umfram það bara plús og bara tímasparnaður hjá okkur. Þannig að já, svo það umfangsmatið og þetta rauninni það sem kannski ágætt að þegar maður byrjar í verkefnunum þá held ég að umfangsmat sé mjög mikilvægt og síðan ekki síður rauninni hvernig maður vinnur síðan verkefnin áfram. Og umfangsmatið rauninni bara mjög einfalt konsept. Það þarf ekkert að flækja þetta. Ég hef alveg heyrt eins og í hópnum af mér þegar maður segir, ja, núna þurfum við umfangsmat og allir bara svitna, sko. Bara hvað þýðir það? En það ekkert svo, það ekkert svo mikil vísindi í því en fyrst rauninni bara hægt að gera þetta tæknilega. Við bara byrjum á þeirri spurningu. Nei. Þá bara nokkuð ljóst, við erum ekkert að halda áfram með þetta, við getum gert það. Ef svarið já, þá það bara að meta hvað mun þetta verkefni kosta okkur og hver ávinningurinn. Og strax svo við erum búin að gera þetta, og þetta svona getur verið allt frá hálftíma að gera þetta, upp í nokkra klukkutíma, svona 4 tíma, að fer eftir hvað maður þarf að vera nákvæmur. Og þegar maður komin strax bara með þessar upplýsingar, þá getur maður fara að forgangsraða líka. Segðu maður gerir þetta fyrir 10 verkefni, þá getur maður sagt, herðu, þessi 3 verkefni skila mestum ávinningi ég ætla að kýla á þau. Og þetta kostnaður sem við þau og þetta það sem ég mun fá út úr þessu. Restinn gerum við bara síðar. Þannig að bara með umfangsmatinu, þá þarf maður ekki endilega að fara bara eftir magatilfinningunni. Það kemur flott verkefni inn, brjálæðislega góð hugmynd, keyrum bara á þetta og það allt sem maður velur, þá maður eitthvað venjulega að velja ekki eitthvað annað, sko. Þannig að það snýst þetta, að taka góðar ákvarðanir og svo ekki, og síðan þegar maður búinn að velja eitthvað og fer inn í verkefnin og þá eitthvað sem heitir fail fast. Og það rauninni að taka og í endurskoðun fyrri ákvarðanir þegar maður byrjar á vegferðinni, að fara frá A til B og leiðinni, eins og bara við tökum bara eins og hugbúnaðarverkefni og sem rauninni í sprettum eftir hverja 2 vikur. Það alveg hægt bara að keyra þetta áfram og reyna bara að klára verkefnið og allt gott með það og
taka á þessum málum sem að koma upp, hvað maður heldur áfram með og hvað maður setur í backlog og hvað maður gerir nú. En það líka hægt að spyrja sig svo stóru spurninga, þú veist, og þetta á sérstaklega við verkefni eins og gervigreindarverkefnin sem eru svolítið ný. Maður vonast eftir einhverjar útkomu en á leiðinni að útkominu þá bara gerist eitthvað. Þá bara, ok, maður getur gert þetta svona, hinsegin. Þetta á auðvitað ekki við kannski rótgróin verkefni þar sem maður veit alveg maður kemst á akkúrat þann stað sem maður ætlaði sér í byrjun. En þegar maður er með nýjungar, sérstaklega þegar kemur að gervigreindinni og bara allar innir í tækni, að þá er alls konar sem er að gerast bara meðan verkefninu stendur og sem kallar rauninni á endurskoðun. Og þá er líka ágætt að vita þessum gildurum sem eru þarna og hvort að maður spyr bara sjálfan sig, á maður að halda áfram eða á maður að bara hætta. En þetta ég skoðaði svona aðeins fyrir fyrirlesturinn minn og hvort það væri til einhverjar rannsóknir sem bökkuðum upp að það væri betra bara að hætta eða betra að halda áfram og slíkt. Og nei, það var ekki að hjálpa confirmation biasinu mínu neitt, því ég fann ekki neitt sem staðfesti þetta. En það snýst í rauninni bara umhverfið þar sem ákvarðanir teknar í, hvort það sé gott að halda áfram eða hætta. Bæði er gott. Þannig að enda dags snýst þetta bara í rauninni heilbrigt jafnvægi. Er nokkuð allt og fljótur. En þá að loka glæran að sjá skógið fyrir trjánum og það er rauninni bara þá smá upprifjun á þessu að þegar við erum of nálægt þessu og tilfinningarnar taka yfir og maður vill ekki hætta, sokkinn kostnaður og maður bara hefur brjálað trú á einhverju að staldra aðeins við, fara aðeins tilbaka, reyna að sjá heildarmyndina og ekki bara endurskoða verkefni hvort maður heldur áfram eða ekki eða líka bara meta hvort maður lagði upp með að fara frá A til B en kannski bara C akkúrat staðsetningi sem maður myndi vilja lenda á. Þannig að já, og síðan þessi umfangsmöt, passa upp á þau, passa upp á að á meðan maður er í verkefnum að vera alltaf að spyrja þessar stóru spurninga. Ég veit alveg að það getur verið daunting svolítið að vera að spyrja sig á ég bara að hætta núna og allt það. Þetta snýst ekki það, þetta snýst bara að vera skynsamur. Og ég held að við vitum bæði að confirmation bias og sokkinn kostnað og allir teymismeðlimir séu meðvitaðir það, þá ef við erum að vinna saman í hópaverkefnum þá getum við kannski minnt hvort annað á að þetta eru gildrurnar sem auðvelt að falla í. Að svo sannarlega höfum við reynslu á því miður. En já, ég ætla nú bara að hafa þetta sem loka orðið mér og takk fyrir að koma og hlusta á mig.